Þá er komið að reglum frágang framkvæmda í bæjarlandinu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komin á dagskrá liður 6 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 19. febrúar 2026 og liður 5 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 10. febrúar 2026. En þar voru lagðar fram uppfærðarreglur varðandi frágang framkvæmda í bæjarlandinu. Breytingarnar felast í uppfærslu á starfsheitum og ábyrgð í samræmi við núverandi skipurit umhverfis- og mannvirkjasviðs og engar efnislega breytingar voru gerðar á tæknilegum kröfum eða framkvæmdareglum. Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkti reglurnar og vísaði því málinu til bæjarráðs og bæjarráð samþykkti síðan reglurnar og vísaði þeim hér til afgreiðslu í bæjarstjórn. Það er bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir, lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir fulltrúar bæjar. Ég ætla að byrja hér á smá upptalningu. Ég er búinn að reyna þessa upptalningu samkvæmt minni, en ég gleymi alltaf einhverju. Upptalningin gengur út á þau verk sem eru fyrirhuguð á næstu, munum byrja í sumar, næsta ára og þar næsta. Þau eru gríðar mörg. Þess vegna hef ég nú sett þetta hér niður, þannig ég myndi nú ekki gleyma helst engu, þó er ekki lokum fyrir það sko þegar ég gleymi einhverju. Að við erum náttúrulega með í bígerð Móahverfi sem er komna það 200 íbúðir, stefnir í 1100, þannig við erum búin með tæplega helming þar. Við ætlum að byggja við Bíkó, það er hjúkrunarheimili í Þursaholti, Þverholti ætlum við að byggja, stúdendagarðarnir, það er Glerátorg, meðal annars 9 hæða blokk þar. Hvannavellir, bíða Svoreiturinn, Spítalinn, Lundur og svo að lokum tjaldsvæðið, ekki síst. Þetta eru þær framkvæmdir sem við sjáum fram á innan örfárra ára. Þetta færi nánast allt af stað á mjög svipum tíma og við sjáum náttúrulega alveg fyrir okkur hvað verður þá. Eitthvað mun dragast, eitthvað mun jafnvel dettu fyrir. Þess vegna eru svona reglur, eins og við erum að setja núna og ætlum að samþykkja, gífurlega mikilvægur. Ég velti því reynda fyrir mig hvort við ættum að ganga þarna lengra, en við höfum lögreglu samþykkt sem styður við þessar reglur og þar er ekki síst sem ég vil benda á og biðja ykkur að hafa hugfast, það er þið haldið nú áfram hér næstu 4 árin, að í þessum frágangi er tekið fram í lögreglusamþykkt að það er óleyfilegt að dreifa hér ryki og drullu allar jörður, allar grundir, eins og hefur verið allt of algengt í þessum þó fáu framkvæmdum sem hafa verið undanfarin ár. Allt of algengt. Við höfum ekki fylgt þessu eftir og mér datt í hug kannski, hefðu átt að nýta einhver hann inn í þessar reglur það, en við höfum lögreglusamþykktina. Þannig að við getum alltaf vísað í hana að í fyrsta lagi þá getum við sett það skilyrði og eigum að setja það skilyrði að þessir byggingaraðilar, verktakar, þeir verði með þvottaaðstöðu á sínum framkvæmdastöðum og í öðru lagi, ef ekki, þá látum við þrífa göturnar og sendum þeim reikningin. Buddan er alltaf viðkvæmasti staðurinn. Þannig að ég legg áherslu á það að við höfum þetta bak við eyrað og höfum hugfast að fylgja þessu mjög gaumgæfilega eftir því að hvað sem hver segir, þá er þetta svifryk sem á okkur að vera lifandi drepa, fyrst og fremst óhreinindi. Við erum ekki nógu dugleg við að þvo götur, við leyfum verktökum að,
ganga misjafnlega vel bæinn okkar. Þetta veldur þessu svifryki að stórum hluta, þess að verðum við að fylgja þessu fast eftir og hafa mjög vakandi auga á því að verktakar fylgi þessu út í ystu æsar og þeim verði aldrei leyft að hleypa hér á göturnar óhreinum margdekkjuðum bílum. Lát svo annars borga. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson lokið máli sínu orðaði laust. Næst þekkti bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mér langar bara að koma hérna upp. Ég ætlaði svo sem ekki að gera það en fín ræða hjá bæjarfulltrúi Jóni og mér langar bara að taka undir margt sem hann var að tala þarna. Auðvitað erum við bara hérna að samþykkja einhverja reglur yfirborðs frágang eftir verktíma en mér langar bara að leggja sérstaklega áherslu á það eins og bæjarfulltrúi Jón að við látum framkvæmdir hjá bænum fylgja uppbyggingu í bænum. Ég hef töluverða áhyggjur af að við erum held ég ekki enn byrja að hanna Krossanesbraut og ég persónulega myndi ekki endilega vilja hafa börn í nýju Holtahverfi sem þurfa að fara þar yfir í skóla. Eins má tala Austursíðu sem kannski ekki alveg að fylgja þeirri uppbyggingu og þá var bara farið í einhverjar málamynda þrengingar til áður en farið verður í götuna. Eins þurfum við að passa í framkvæmdu við Káasvæði að við klárum það með sóma. Ég sá í fjárhagsáætlun þá ekki í rauninni gert ráð fyrir frágangi og bílastæðum í því verki. En ég held að sé mjög mikilvægt að við klárum það og ættum að skoða það að fara bara í að malbika og gera almennilegt bílaplan hérna á móti þessum spennustöðinir. Og annað dæmi bara planið á Léttusöllinni. Að við verðum að passa að klára þær framkvæmdir sem snýra bænum þegar að kemur að framkvæmdum í bænum og annað bara nýlegt dæmi að það var bara síðasta sumar sem var verið að fara í stígagerð inn á Þórssvæðið. Löngu eftir að boginn kom til að auka öryggi barna þar. Þannig að tek heilsugar undir bara þau sem eru að fara að stýra framkvæmdum hérna næsta kjörtímabili að við pössum þetta. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu orðaði laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þeim sem geta samþykkt. Það er öll.